þá skulum við skoða efnið hérna í 3. kaflanum og þá hérna þá fjallar hann flokka af rafleiðurum og við skulum hérna fara í gegnum þetta efni og síðan skulum við svara spurningunum í lok kaflans. Og þetta eru rafleiðarar og bygging straumrásar og þá höfum við hérna fyrsta flokk, það eru málmar, annar flokkur vökvar og gös eða lofttegundir, þriði flokkur eru hálfleiðarar eins og transistorar og díóður og slíkt, fjórði flokkur eru einangrarar, fimmta lagi þá tökum við strömm í leiðara af fyrsta flokki og síðan byggingu straumrásar og síðan koma þarna fyrir rofar, vör, mælar og ámælar og síðan eru spurningarnar þarna í lokin. Nú ef við skoðum hérna fyrsta flokk, sem sagt málma, þá erum við aðalega með eir, leiðara eða ál í svona leiðurum. Nú við erum oft með einangrunarefni sem er PFC en oftast erum við með leiðara í fyrsta flokki sem eru málmar til þess að leiða rafstrauma og í raforkuflutningskerfinu þá erum við með ál til dæmis í loftlínum og ástæðan sú að málmar eru góðir rafleiðarar og þeir hafa sem sagt flestar óbundnar rafeindir sem sagt gott rými milli frumeindana sem að frjálsar rafeindir geta ferðast í hindrunarlítið og bestu leiðararnir eru sem sagt þá silfur, síðan kemur eir og svo ál og silfur oft notað til þess að húða til dæmis snertur á rofum til þess að gefa betri leiðinni. Nú við sjá Já ég hugsa það nú ekki talið upp hérna, það náttúrulega bara notað kannski í svona tölvutækninni en sjá hvort að þetta áli kemur eftir gullinu, gull kemur á undan áli í leiðinni. Já en það náttúrulega bara dýrt. Já, það bara dýrt, við erum ekki að telja upp hérna vegna þess að það svo lítið nota sko. En hérna í rauninni sem sagt svona mynd sem að ég ætla að reyna að sýna ykkur leiðara og þá hérna spurning hvort að þetta kemur fyrir í gang. Við skulum bara bíða og halda áfram í þessu. Hérna í næsta lið þá tökum við fyrir sem sagt annan flokk sem eru vökvar og gös. Við þekkjum eins og plastkar með sýrublöndu, þá höfum við sem sagt eins og í rafgeymunum, þar náttúrulega við með vökva og sýru sem að hérna leiðir rafstraum og þá erum við að geyma sem sagt raforku svona efnafræðilega séð í rafgeymunum og við fáum hérna þá rafeindastrauminn hérna á milli platnanna og svo jónastraum í hina áttina í vökvanum. Í öðrum flokki þá höfum við sem sagt að rafeindir þær hreyfast frá mínusskauti til plussskauts eins og í málmum
og jákvætt hlaðnar jónir streyma frá plussskauti til mínusskauts og það getum við notað til dæmis til að málmhúða eða galvanhúðunar þegar við erum að húða málma til þess að þeir þoli betur erfitt umhverfi þannig að við erum að setja húð og húðverð á fyrir tæringu sem sagt. Nú vökvar sem eru notaðir til þess að leiða rafstraum kallast sem sagt raflausnir og við getum talið upp til dæmis í blýfrafgeymum þá notuð brennisteinssýra og svo eru fleiri tegundir af svona raflausnum til eins og í þéttum, raflausna þéttum þá sérstök sýra þar líka. Nú aðeins að sjá hvort að gerist eitthvað með þessa síðu en hún líklega hér og held bara áfram með þetta. Nú, þriðji flokkur eru hálfleiðrar. Það sem sagt sem getum kallað silísium eða sem sagt kísil efni og það sem sagt hálfleiðrar, þeir hafa mjög fáar frjálsar rafeindir og leiðnin háð hreinleika og hitastigi efnisins. Nú með auknum hita þá fáum við aukna leiðni og dæmigert efni kísill eða silísium. Þetta sem sagt óhrengað með 3-gildu eða 5-gildu efni og til þess að fá sem sagt eins og í díóðum N-efni annars vegar og P-efni hins vegar. Og við notum þetta í rafeindatækni til þess að búa til transistora sem eru stundum kallaðir smárar og svo díóður og í IC-rásum og við lærum meira þessar IC-rásir og transistora hérna í áframhaldandi áfengum hjá okkur hér. En síðan fjórði flokkur, þar höfum við einangrara og þeir leiða nánast ekki rafstraum. Þeir hafa engar frjálsar rafeindir en ef að við hækkum spennuna nógu mikið upp að þá leiða þeir rafstraum. Ef hitastigi mjög lágt þá eru sumir mjög góðir leiðarar eða ofurleiðarar. En dæmið einangrara, það þurrt loft, hreint vatn, gler, postulín, plast og gúmmí og við erum náttúrulega mjög algengt efni, sem sagt plastefni, PVC og slíkt fyrir einangrara í rafstrengjum. Nú svo til fleiri efni eins og gljásteinn, pappír, bómull, ýmsar oljur, lakk, fernis og svo framvegis. Hvað fernis? Það eins konar lakk. Þetta var borið á til dæmis við hérna í gamla daga. Nú, straumur í leiðara af fyrsta flokki. Þar höfum við margar frjálsar rafeindir. Ef að annar endi málmþráðar hefur fleiri rafeindi en hinn, þá sagt að spenna sé yfir þráðinn og þá rafstraumur á ferðinni. Rafeindir streyma frá þeim enda sem ríkari til hins enda sem fátækari af rafeindum. Og ef stöðug endurnýjun rafeinda á sér stað við endan sem ríkari af rafeindum verður stöðugur rafeindastraumur í leiðaranum, eins og til dæmis ef við verum með rafala eða einhverja rafhlöðu tengda við straumrásina.
Spennugjafi er nauðsynlegur til þess að viðhalda spennu yfir leiðarann og þar með rafeindastraumnum. Nú, svo sjáum við sem sagt spennugjafann sem í þessu tilfelli er þá rafhlaða hérna og hún myndi knýja strauminn áfram þessa leið og straumrásinn hún þarf að vera lokuð hringrás og ef við lokum þessum rofa hérna þá fáum við leiðinni rafeindana frá mínusskauti gegnum ljós. Þetta hérna er tákn fyrir glóperu. Þetta hérna er glópera og eða almennt tákn líka fyrir sem sagt gaumljós líka eða lýsingu, almennt tákn fyrir lýsingu sem sagt eða ljósgjafa með glóðþræði aðalega og straumrásir er yfirleitt teiknaður í þessari stöðu, hlutlausu stöðu, þannig að rofinn hann er ekki sýndur leiðandi, hann er sýndur þannig að hann leiðir ekki, þannig er yfirleitt gengið frá rafteikningu. Nú og er hitt spennugjafi þetta? Já, vinstra megin. Hérna vinstra megin það er spennugjafi, mínusinn er hérna neðanverðu og plúsinn hérna ofanverðu og við kallum líka að það er skilgreindur straumur sem rennur frá plús til mínus og menn þurftu að skilgreina straumstefnuna í upphafi þegar menn vissu það ekki og þá ákveður það að straumurinn færi frá plús til mínus en svo komaði ljós seinna með rannsóknum að rafeindastraumurinn streymdi eða rafeindirnar streymdur frá mínusskautinu til plússkautsins. Það er svoleiðis. Já, en við erum samt með alls konar tákn eins og í díóðum sem að sýna stefnu skilgreinds straums. Þannig að við erum að nota fyrst og fremst skilgreinda strauma en þann dag í dag þegar við erum að fylgja stefnu straumsins. Nú, svo eru ýmis tákn fleiri sem sagt þið þekki hérna jafnspennugjafa, mínus vinstra megin, plús hægra megin, svo er bara rafleiðari, það er þessi lína. Þetta er tákn fyrir bræðivar og þá hérna er sjálfvirkt var hérna sem að maður getur alltaf slegið aftur inn ef að það leysir út. Svo er þessi rofi hérna, hann er handvirkur, hann festist inni. Ef að hakið væri þess svona E-laga, hérna væri litla línur hérna niður og við, þá myndi þetta vera þrýstirofi. En með beinustriki hérna ofan á, þá er hann með tvær stöðugur, sem sagt í 0 stöðu og í leiðandi stöðu. 1 og 0. 1 tengir hann og 0 er hann lokaður, leiðir ekki. Síðan sjöfum við hérna raunviðnám, mynd af raunviðnámi, mótstaða. Þetta er almennt tákn fyrir mótstöðu og síðan eins og ég sagði ykkur áðan þetta er gaumljós eða ljósgjafi þessi hringur hérna með krossunum í. Svo höfum við tákn fyrir spennumæli og síðan höfum við straummæli. Það sem kannski vantar inn á þessar myndir er að sýna líka svona stubba sem eru tengdir eða sem eru sýndir hérna hvernig við síðan sýnum tengingar inn á straumrásina. Það er alltaf tengt út frá miðjunni yfirleitt á þessum táknum til þess að eða beint upp frá þeim og niður á. Þannig að það er ekki gert til að striki gegnum svona tákn til dæmis og ekki gegnum gaumljósin heldur. Þannig að það er bara að þeim annarkvort ofanfrá eða neðanfrá eða til hliðana að hringnum. Já, sko það er þá svona eins og ég sjáði hringrásinni að hérna ofanfrá og svo neðan. Það er ekki farið með vírinn í gegn eins og við sjáum hérna til dæmis í bræðvarnu þá er lína alla leið í gegnum kassan og það er táknað vegna þess að ef að straumur verður mikill þá rofnar
leiðarinn hérna í bræðuverðin, og þá þurfum við að skipta bræðuverðið. Og hérna er sem sagt bygging straumrásar þannig að við höfum stundum 2 bræður sitt hvora megin við spennugjafann, rofa og ljós, og síðan sýnum við mælana svona. Skjótum straummælinum, hann er raðtengdur inn í straumrásina og spennumælirinn er hliðtengdur. Nú almennt tákn fyrir álag er sýnt hérna, það er þetta viðnám hérna lengst til hægri, en svo gæti þetta líka verið pera eða gömljós, eins og er hérna í vinstri straumrásinni. Svo að hérna er þá bara útlitsmynd af rofa, og við erum yfirleitt með rofa sem að þola 10 ampere. 10 ampere er mjög algeng stærð fyrir bræðvar, eða núna náttúrulega langalgengast að sé sjálfvirkt var, eins og þetta hér í töflu, og það er til þess að verja rásina ef eitthvað kemur upp á, ef að til dæmis pera skamhleypist og verður ónýtt, hættir að lýsa. Það getur hún skamhleypst líka í leiðinni. En rofar þeir þurfa að rjúfa hratt til þess að ljósmyndun sé minnst, og þannig er endist sem lengst. Og síðan eru sérstakir rofar ef það er jafnstraumur á ferðinni. Rofar eru mismunandi byggðir eftir því hvort að við erum að rjúfa riðstraum eða jafnstraum. Það er erfiðar að rjúfa DC, jafnstraum, vegna þess að í riðstraumi þá fer straumurinn alltaf vel í gegnum núllpunkt. Það sveiflast frá því að vera jákvæður, fer í 0 og fer í hináttuna, snýr við. Það er svona auðveldara að rjúfa riðstraum. Hérna koma myndir af bræðuvörunum sem við þurfum að skipta ef að straumurinn verður á mikill í straumrásinni, og það er grænur málmþráður eða þinna sem að bráðnar ef að straumurinn verður á mikill, og þetta er kallað skammhlaups-vörn, og í sumum tilfellum er það líka notað sem yfirálagsvörn, en það eru fleiri tegund líka til af yfirálagsvörnum, eins og til dæmis tvímálmsvörn. Það lærum við væntanlega seinna. Og í sjálfvörunum þá er tvímálsvörn líka, og það er yfirálsvörn, en það er spóla með járnkjarna sem að segulmagnast við yfirstraum og leysir út, og það er í rauninni skammhlaupsvörnin í sjálfvörum. Hérna sjáum við einpóla sjálfar, tveggjapóla sjálfar og þryggjapóla sjálfar. Þetta þryggjapóla sjálfar, það væri þá fyrir til dæmis þryggjafasa mótora. Nú, tveggjapóla sjálfar, ef við erum með töflur, þar sem við erum með 2 póla, ef ekkert 0, en einpóla sjálfar erum við með þegar það er 0 í töflunni og bara 1 fasi. Og síðan höfum við sem sagt sérstaka kennilínu fyrir sjálfur, og hér höfum við líka ákveðna bókstafi sem að við erum að nota til þess að segja til hvernig við hversu hratt sem sagt viðkomandi sjálfur eru að vinna. Til dæmis C-gerðin, hún er svona aðeins tregari heldur en venjulega. Við erum yfirleitt með B-gerð þegar við erum með venjulegu svona herbergi og húsaramagn, en ef við erum með mótor og eitthvað slíkt þá erum við með C-gerð, það er aðeins tregara. Slæsir út. Já, það er svona hægara að slá út, það leifir mótorum að taka ræsistraum og slíkt sko.
Þannig að við erum með setgerð sem er mjög snögg að leysa út fyrir svona einhvers konar rafeindabúnað sem að á að vera fljóta að leysa út. B-gerðina, það er svona lang algengasta gerðin fyrir greinar sem að vera með í húsarafmagni. En C-gerð, hún er svona tregari og D-gerðin er alveg fyrir sérstaka spenna eins og einvefju spenna og við erum með svona spenna inn á borðunum hjá okkur sem að taka mjög mikinn ræsistraum og þá erum við með akkurat þessa tegund, annarkvæmt D-gerðina eða stundum bara C-gerðina sem það dugar. D og Z er svona meira fyrir bara ljós og rótleys? Já, sko, við erum yfirleitt ekki með Z-gerðina, við erum yfirleitt alltaf með B-gerðina bara í venjulegum ljósa greinum. Fyrir ryksugun og það? Já, B ætti alveg að duga fyrir ryksuguna, sko. Og núna fyrir ryksugur þá eru yfirleitt rásir sem að takmarka ræsistrauminn, þannig að ryksugurnar taka ekki mjög mikið straum í ræsingunni. Það er gert með rafeindabúnaði, svona svipuð með eins og er í dimmerum. Nú, svo höfum við mæla. Þetta eru bara töflumælar, spennumælir og straummælir. Og spennumælar, þeir hafa stórt innra viðnám. Straumurinn í mælunum á ekki að vera mikill, þannig að hann á ekki að hafa mikið áhrif á straumrásina. Og við hliðtengjum spennumælinn og þannig að tengjum sitt-hvort enda mælisins við sitt-hvort pól spennugjafans. Nú straummælinn setjum við inn í straumrásina og það er ekki að hann hafi sem minnst innra viðnám, þannig að hann taki sem minnst af spennufalli og straumurinn sem mælirinn mælir, hann er í rauninni takmarkaður og við þurfum stundum að nota sérstaklega straumspenna ef við þurfum að mæla mikla strauma. Það lærum við til dæmis í 300 áfangan. Og þegar við þurfum að taka straummælingu, þá þurfum við yfirleitt að rjúfa straumrásina og raðtengja straummælinn inn í rásina. Og það má alls ekki hliðtengja milli póla svona straummæla því að þá verður skammhlaup. Svo er bara ámælarnir sem við getum stillt mismunandi, hvort við verðum að mæla straum, spennu eða viðnám eða tíðni eða allt mögulegt og það þurfum við síðan að æfa okkur á í verklegu mælingaverkefnunum. Nú, hér sjáum við hvernig við notum spennumæli. Hér tengjum við beint á milli póla í tengli til dæmis til þess að athuga hvort það er spenna á þessum tengli hérna. En ef við værum með straummælingu þá þyrftum við að vera með einhvers konar álag, annarkvæmt ljósaperu eða eitthvað viðnám í rásinni til þess að athuga hvort við séum með ákveðin straum hérna í rásinni. Og við þurfum alltaf að setja straummæli inn í straumrásina að notandanum. Þetta er sem sagt kallað raðtenging. Við þurfum að raðtengja straummælinn. Nú, þegar við viðnámsmælum þá höfum við ekki neina innstungu nálægt því að spennugjafinn við viðnámsmælingu er rafhlaða inn í mælinum. Rafhlaðan inn í mælinum knýr strauminn í gegnum þetta viðnám sem við ætlum að mæla hversu stórt er í ómum. Þannig að þarna er mælirinn sjálfur, hann er líka spennugjafi. Það er rafhlaðan inn í... Þannig að það aftengi þá fyrir spenningjafa? Já, þá er engin annar spennugjafi í sambandi þegar við erum með viðnámsmælingu. Passið ykkur á því. Nú, og svo förum við bara í þessar spurningar í kaflanum núna og eftir. Og þá ætla ég að stöðva upptökuna.